Komið sæl. Það heiður að vera með ykkur og fjalla þátt viðskiptavinanna í sögu okkar í fortíð, nútíð og framtíð. Í raun þetta ein órofa heild því að velgengni okkar helst auðvitað í hendur við velgengni viðskiptavinanna. Og það var með fyrstu viðskiptavinunum sem að grunnurinn var lagður. Og þau sem á undan okkur eru gengin lögðu líka sitt af mörkum með byggingu virkjana, fóru yfir illfæra vegi með rafmagnsstaura, kefli og víra til þess að byggja upp flutningskerfið svo flytja mætti raforkuna. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan og stórnotendur í dag eru 10 talsins og hefur flóran aldrei verið fjölbreyttari. Viðskiptavinirnir eru fyrirferðamiklir í stefnu Landsvirkjunar og framúrskarandi þjónusta við þá. Ég tek það skýrt fram að það ekki sama sem merki á milli þess og að vera eftirgefanleg. Það eftir sem áður tekist hart á við samningaborðið enda miklir hagsmunir undir. Að vinna þétt með viðskiptavinunum á ekki bara við þegar vel gengur, heldur líka þegar á móti blæs. Mikilvægi þessara stefnumörkunar sýndi sig vel á síðasta ári. Eins og við munum öll voru aðstæður krefjandi í upphafi árs sem leitaðist af hruni í eftirspurn og lágu afurðaverði. Slaki var í raforkukerfinu og mikið reyndi á samvinnu og stuðning við viðskiptavinina. Klæðskerasniðnar lausnir sem hentuðu hverjum og einum. Þannig komust við saman í gegnum skaflinn. En eins og í öllum góðum samböndum þarf samvinnan við viðskiptavinina líka að þróast áfram og má segja að það sé ákveðna jafnvægislist að ræða. Nýir raforkusamningar við Rio Tinto og Norðurál eru góður vitnisburður þetta. Þar sem við fundum nýtt jafnvægi og nýjar lausnir til þess að starfa saman á komandi árum. Samningarnir renna styrkari stoðum undir rekstur viðskiptavinanna og styðja við áform virðisaukandi framleiðslu hér á landi. Í gegnum tíðina hefur Landsvirkjun lagt sig fram við að styðja við framþróun viðskiptavinanna og erum við stolt af því framlagi. Eftir krefjandi ytri aðstæður í upphafi síðasta árs fór að rofa til. Það birtir nefnilega alltaf til síðir. Mikill viðsnúningur á mörkuðum, þar sem að verð hækkuðu 10, jafnvel 100%. Og það líka í þannig aðstæðum sem við þurfum að leggja við hlustir og skilja þarfir viðskiptavinana í síbreytilegum heimi. Vera tilbúin að grípa tækifærin þegar þau gefast. Og hér eru það sömu meðul og áður sem eiga við, samvinna og stuðningur við viðskiptavinina. Það eru sameiginlegir hagsmunir að vel takist til og afraksturinn að hann öllum til góða. Stígandi í eftirspurn eftir raforku og velgengni viðskiptavina þvert á iðngreinar. Nýir raforkusamningar, nýr steypuskáli á Grundartanga og gagnavers iðnaður sem að slíta baskonum og stendur á spennandi tímamótum. Gagnaverin eru ný kynslóð viðskiptavina en viðskiptamódelið sama og áður. Langtíma raforkusamningar og langtíma viðskiptasamband. Rafmyntavinnsla hefur hjálpað þessari starfsemi að komast á legg og nýta betur raforkukerfið okkar, en ekki verður virkjað fyrir slíka starfsemi sem ekki hluti af sýninni til lengri tíma litið.
Raforkuverð til stórnotenda hefur aldrei verið hærra. En vel að merkja, á sama tíma hefur samkeppnishæfni viðskiptavinanna verið að aukast. Föst verðtryggð verð hafa sýnt sig að vera samkeppnishæfust til lengri tíma og sérstaklega á tímum eins og nú þegar orkuverð erlendis hafa margfaldast og sveiflur eru tíðar. Víkjum aðeins að heildsölumarkaði en þangað ratar 20% raforkunar. Lengi vel var umhverfið staðnað en með innkomu nýrra aðila á markað, 3 nýrra einkaaðila á undanförnum árum hefur myndin breyst. Þannig má segja að sama sagan eigi við hér og á stórnotendamarkaði. Viðskiptavinaflóran hefur aldrei verið fjölbreyttari, sem mikið fagnaðarefni. Hér hefur reynt á að þróa áfram fyrirkomulag raforkuviðskiptanna í takt við nýja tíma. Bæta vöruframboð, auka sveigjanleika, leggja áherslu á rafrænan þátt viðskiptanna. Þannig getum við lagt okkar að mörkum þannig að heilbrigð samkeppni fái þrifist. Með innkomu nýrra aðila á markað hefur samkeppni aukist og raforkuverð til heimila og fyrirtækja lækkað. Aukin samkeppni hefur haft í för með sér að fleiri heimili skipta raforkusala. Það athyglisvert að lægstu verð til heimila eru boðin af aðilum sem eru nýir á markaði, kaupa raforkuna af heildsölumarkaði og hafa ekki yfir eigin vinnslu að ráða. En vegferðin ekki lokið og munum við halda áfram á þeirri braut og þróast í takt við breytta tíma. Útlitið bjart, en slakt vatnsár setur tímabundið strik í reikninginn. Það óyndis úrræði að takmarka afhendingu á raforku til viðskiptavinanna. En þó eðlilegu hluti af rekstri í lokuðu kerfi sem hefur eingöngu yfir að búa endurnýjanlegum orkugjöfum. Og hér vil ég staldra við og hrósa og þakka öllum okkar viðskiptavinum fyrir gott samstarf í þessu erfiða en tímabundna verkefni. En hvað skyldi framtíðin bera í skauti sér? Eitt víst og það að framtíðin byggir á traustum og góðum grunni þar sem að viðskiptavinirnir eru hornsteinninn. Þar á bæ hafa margir sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. Landsvirkjun hefur árabil verið leiðandi í loftslagsvænum rekstri og vill gjarnan miðla áfram þekkingunni og reynslunni því þannig getum við gert heiminn grænan saman. Takk fyrir mig og ég býð Ásbjörgu velkomna á svið.